Já, átti ég að byrja, já. Hlustendur, þið eru að hlusta á hlaðvarpið Tveir á topnum. Þetta er þáttur númer 79. Tókst eftir ég var ekki með neitt svona ávarp. Nei, ég bara hlustendur. var að hvetja til að segja ísköldu hlustendur og þú gerði það ekki. Já, nei, ég er eitthvað þetta er svo sjálfgæft að við séum á svona alíslenskum nótum, en ég bara vissi ekki hvernig ég átt að taka á þessu. Nei. En við sem þetta erum með gest. Og engan smáræðisgest, sko. Nei. Hannes Þór Halldórsson, kvikmyndagerðarmaður. Góðan daginn. Vá, hvað er gott að fá það, Hannes. Það er gaman að vera komin. Já, takk fyrir að koma, líka sérstaklega þegar við erum alltaf að reyna að fá meiri hlustun og mest hlustun á podcast fótbolta og pólitík, þannig að við breyta þessi íþróttahlaðvarp. Ég var einmitt svo ánægð með að vera að koma ekki í fótbolta podcast. Ég er dauðþreyttur á þeim, sko. Er það ekki? Gaman að koma í kvikmynda podcast. Já, það er allt annað, sko. Nákvæmlega. En það er alveg náttúrulega æri tilefni til þess að fá því heimsókn. Það er þú ert út allt bara í sjónvarpinu núna með það er óhætt að segja, Hannes, þú ert bara einn á okkur bara duglegastu kvikmyndagerðarmönnum í sjónvarpinu. Já, það gæður það. Það er Ice Guys, sem er náttúrulega risa, bara einu vinslasta serið og nú er náttúrulega serið 2 í sýningu. Ég er mikill aðdandi, Dóri, þú fílar þetta? Já, ég er náttúrulega ekki sko á kafi eins og þú. Nei. Ég er einhvern veginn. Ég er ennþá eftir að hitta einhvern sem hatar þetta, þannig ég ætla að vona að við förum ekki að finna hann hér, þess að heitir. Nei. Það er svo komið verkefni fyrir Odd sem blaðamann að finna þann eina sem Já, nákvæmlega. Nei, það er náttúrulega, það er líka valla hægt, þetta er nú allt svo næs gaurar, svona í alvöru. Já, við afvopnum svolítið heitir hana með því að adressa allt sem að hægt er að svona setja út að á sko með, þú veist, allt þetta einhvern veginn, það er svona svolítið galdurinn í þessum þáttum, sko, að ef að það er eitthvað sem að þú getur pikkað í það með að þá bara segja þeirra sjálfur upp átt, sko, og við tölum það í þáttunum og þannig er þetta svona, já, eins og ég segi, það er erfitt að setja út á það, sko, þetta er svona, þeir eru bara mjög hömbul með það hvernig þeir bara galopna sig og fara bara alla leið með það. Þetta er svona gamla trikki sem ég held að svona alltaf minnum að fólk fatti þetta, að hafa svolítið húmor fyrir sjálfum sér og vera bara undan, þú bara svona sem dæmi, sko, þegar við erum að fara af stað með þetta, þá er þetta náttúrulega sjónvarpssería bara 5 kallmenn á tímum þegar að það er ekki sérstaklega einhvern veginn mikið tekið, sko, það er ákveðin kynjahlutfull og það er bara er ekkit á hverjum degi sem að svoleiðis fær grænt ljós, þannig að þess vegna endar, sko, trailerinn fyrir seríu 1 á því að Katla Margrét spyr hver heldur því að eftirspurnin sé eftir svona pungasúpu árið 2023 einhvern veginn svona orðað skiljiði mig það er bara til þess að taka þennan umræðupunkt og bara jarðan, sko, we know, sko, það er allavega þannig held ég að sé, já, svona galdurinn að þessu er að hafa húmor fyrir sjálfum sér og ekkert vera að fela það neitt. Nei, ég var að segja þetta við Tóta það er svo sjálfgætt sem að íslenski þættir, og bara þættir almennt, þetta bara einhvern veginn hittir einhvern veginn, þú veist, það er svo ótrúlega að fyndi og þetta lifir ennþá, þú veist, í seríu 2 að maður einhvern veginn húkast alveg og það er svo mikið, ég veit ekki, þú veist það er eitthvað svona hjartaðarna, sko, sem að algjörlega fanga mann og líka brandararnir hitta, sko, því það er ekkert algjört í íslenskum sjónvarpsþáttum, bara sjónvarpsþáttum yfir höfuð, skilur, og sérstaklega mynd, þú veist að Íslendingar er alls svo kröfuharðir með sjónvarpsefni, sko. Það er eitthvað mjög aðgengilegt við þetta grín, sko, að þú þekkir viðkomandi, þú veist svona sirka bát hvaða típa þetta er og þá er svona mjög svona stutt leið einhvern veginn í að svona hlæja að því að einhvern veginn það sé adressað, fattar, þú veist, bara bræðrasamband Jóns og Frikka eða þú veist, allt þetta, það er svona, já, þetta er svona næs leið, svona quick leið inn í gott grín, en svo náttúrulega erum við með, þú veist, Sóla Hólm sem að skrifar þetta með okkur og það er náttúrulega mjög fyndinn maður, sko. Jú. Þannig að þú veist, við setjum saman og teiknum upp söguþráðin í þáttaröðinni en síðan fer hann og setur á sig headphone á þjóðarbóklöðinni og skrifar upp allt grínið og það er náttúrulega, þú veist, þetta er ekkit eitthvað svo kaupur út í búð, sko. Hann leynir nú á sig, sko. Ég man eftir hún þegar hann var að byrja í blaðinu, sko, var hann einn af söngurinn með drengjakór Mikaels Torfasonar á DFF og maður sá nú ekki þá að þarna væri bara komin einhvers finnasta eftirherma síðari tíma og bara frábær penni og einmitt skrifari, sko. Algjört talent, sko. Byrjaði sannlega kannski allt bara þegar hann skrifaði ævisögu Gylfa Ægissonar, þá var sannlega eitthvað opnast. Það getur verið. Hann er náttúrulega bara, já, multitalent þegar að kemur að öllu svona, allri afturrengu og getur brugðið sér í alls konar líki.
þannig að það var mikill fengur þegar að hann var til í að koma inn í þetta. Já, var það þannig að þú veist, var það einhvern veginn svona hugmyndir sem að kveiknaði, þú veist, hjá ykkur og þú er náttúrulega hjá Atlavík bara svona, svo ég komi þínu að þú varst að tala að ég væri busy þá stofnuðum við Atlavík, ég og tveir vinir mínir, Hannes Þór Arason nánast alnafni minn og Allan Sigursson og við höfum verið að gera þessa þætti sem varst að nefna hérna á þann og búið að vera mjög mikið að gera hjá okkur síðan að við stofnuðum fyrirtæki fyrir 1,5 ári síðan, það sem að Ice Guys var fyrsta verkefnið. Það var fyrsta verkefnið? Já. Wow. Og það er síðan sprottið þess að þú spyrir með Sóla, þú veist, þá er þetta þannig að Jón hefur samband við mig og sendir mig skilaboð og spyr hvort ég sé til að gera tónlistamindband fyrir sumarið. Nefni 4 nöfn, Herran Netusmjör, Aron Kahn, Frikki og ég og svo erum við að reyna að fá Rúrik. Hversu góð tök hefur þú á Rúrik, spyrir og ég hringdi í Rúrik og hjálpaði þeim eitthvað við að sannfæra hann þetta og reynda að peppa þetta og svo kom næsta símtal frá þeim og þá var þetta svona, Rúrik að hitna en það kom hérna upp hugmyndum ef við ætlum að gera þetta, eigum við þá að stækka þetta og gera eitthvað í kringum þetta. Þá tók ég við boltanum og var með svona gamla hugmyndi og í skúfu sem ég dustaði reikið að þessi, ég hef lengi verið aðdáandi svona þátt eins og Curb Your Enthusiasm og Extras og þessara sem að klán og svona þar sem að fólk þekktir einstaklingar gera grína sjálfur sér í einhverju svona útgáfum það hefur alveg verið gert að einhverju marki hérna heima en einhver staðar, þú veist ekki, þetta er öðru hverju en svona mér langaði að gera svona þátt og ég var með eitt kláran sem að ég síðan sem varð ekki að veruleika og ég dustaði rikið af reyndar ætlaði að gera sko seríu sem hétti Leynilögga 2 það var stóra planið eftir Leynilöggu var að gera sjónvarseríu sem hétti Leynilögga 2 það sem væri verið að skjóta Leynilöggu 2 og við sæjum hana svona óbeint í gegnum svona behind the scenes tökur og svo þið Leynilöggu 2 hent og svo myndum við fara að gera Leynilöggu 3 þannig að þið bara til Leynilöggu 1 og 3 og svo sjónvast þetta á milli Þetta er alltaf samt alveg solid plan Þetta er geðveikt plan sko ég var ógeðslega ánægður með þetta en þetta var ekki hægt að fjármagna þetta en ég tók margt af hugmyndunum sem við vorum með þar og úr þessari hugmynd sem var hún í skúfu fór að svona prófa þetta við þessa 5 aðila svona var komin alveg áleiðis með það með Jón og Frikka og Rúrik en þekkti ekkert Aron og Herra hringdi Sóla, bara undir hann var mjög efins, það var allir efins með þetta við höfum bara svona viku til þess að einhvern veginn samt setja þetta saman í einhverju svona algjöru stemningu að því að síminn síðan gaf grænt ljós á þetta bara eiginlega á fyrsta fundi og það var að gefa Birki Ágústssyni sjónvarpsstjóra Símans svolítið sjátátt fyrir það, ég veit að hann var ekki það var ekki einhugur með þetta því að við komum hann inn með ekkert, það var bara þetta er nöfnin, þetta er pælingin, gera einhvers konar þætti þetta að búa til konsepti í kringum þetta sem að ég svona kannski svona stoltastur ávarandi þetta verkefni er að þetta voru ekki bara sjónvarpsþættir, þetta náði út fyrir það og það var alltaf pælingin, þegar við förum inn til Símans bara við ætlum að stofna þetta boyband, gefum út lag í þessari röð, fyrst snemma sumars, svo annað þegar nálgast þjóðhátíð, svo gerum við músikvídeó rétt fyrir þjóðhátíð, svo vílum við á þjóðhátíð, þá koma upp flettiskilti og eitthvað dót upp á þess að við vitum hvað Ice Guys er sko, þannig að þetta sé svolítið svona ráðgáta og svo myndum við loka senuna í seríunni á þjóðhátíð og þetta blandast allt saman og þetta verður einhver svona súpa þar sem að raunveruleikin mætir leiknu í seríunni og svona sko, þannig að þetta var svona einhvers konar masterplan en svo vorum við að finna út úr svo leiðinni líka sko. Og hversu fljóti voru þeir hjá Símanum að panta seríu 2? Þeir báðum hana mjög fljótt sko. Þetta náttúrulega sprakk út af með einhverjum ævintýralegum hætti sem að okkur óraði ekki fyrir og ég var mjög óviss með þetta sko, þegar við lögðum á stað þá var ég með hugmyndir allt annað og var með bara plön sem eru svo sem ennþá í gangi en ég var allavega ekki að fara að gera sjónvarpsþætti sem þetta Ice Guys eitthvað boyband sko. En svo virkar þetta alltaf leið, það er svona varningur og bólir og húur og allir pakkin, þetta er bara þetta er svona við veitum alltaf hvort þetta er sko live intimidating art eða öfugt sko. Það er alltaf fleiri og fleiri einhvern veginn atriði sem er að krossa sko, Ice Guys heiminn og heiminn og þetta er Rúrik er náttúrulega að vera líkar og líkar í útgáðan sem að leikur í þáttunum með hverjum deginum sko. Já, það er þannig Já, það er svolítið svoleiði sko. En náttur að því að þú ert nú svo hrifin að þessu, vill ekki aðeins bara súmir upp fyrir þá sem hafa ekki hort á þetta? Já, fyrir hlustendur sem hafa ekki hort á þetta. Ég mæli innilega með þessu fyrir hlustendur sem hafa ekki séð þetta sko. Þetta minnir mig á það áður, ég skal súma þetta. Þetta er sem sagt, þú veist, þetta eru bara frægustu tónlistamenn á Íslandi sem voru allir bara frægir í sig ykkur lagi.
ég meina þú veist, þeir eru risastóri, Aron Kahn risastór, Herra Hnetusmjör risastór, Friðrik Dór, þú veist, maður þarf ekki að nefna þetta, Jón Jónsson Rúrik, hann er náttúrulega hann er kannski aðeins öðruvísi, en hinn er náttúrulega gaman fótboltamaður og landsliðsmaður og hérna stórstjarna í Þýskalandi þú veist, vinnur með bara allt annað fleiri inn í þetta sko. það var náttúrulega það sem gaf þessu svona svolítið edge þessi tónlistamenn og svo Rúrik Gísla sko. það er svona, já, ok, spennandi, það er áhugaverð það er týst og þetta er bara einhvern veginn þú veist, það er svo ótrúlega mikil húmor þetta er svona í eina skipti sem að mér hefur, þú veist, eiginlega bara verið bent á bara, heyrðu, þú verður að horfa á Æskas þú veist, það er svo oft sem að koma íslenskir ekki oft, stundum koma íslenskir þættir í sjónvarp og það er kannski fyrsti þátturinn, það er sko smáumtal svo einhvern veginn bara deyrir þetta sko Já, týnist í strömmnum bara það er alltaf rosalega mikið í gangi það fýlt offrambúða glápi sko. og bara sem gerir það verkum átt að maður horfa ekki á neitt sko, allavega fyrir mína parta þá bara þetta maður í valkvíða og svo enda maður að skrolla helviti síman bara allt kvöldið það er viðvarandi vandamál þetta er mjög ánægilegt sko, því að svo að fólk hafði líka miklar efasemdir það held að þetta væri bara einhver raunveruleika þáttur sko. það væri einhver svona LXS sería og fólk hafði miklar efasemdir þetta og svo kom leikinn sería sem var svona með einhver svona fersku yfirbræði og það var bara mjög þakklátt og hitti alveg beint í mark urðu líka sko barnaþættir óvart, við vorum ekkert að stefna á það en krakkar elska þetta og það er einhver orka í þessum þáttum sem að börn horfa á, sem alltaf rýfur upp áhorfið þetta er bara repeat í staðan fyrir einhver teiknumyndir þannig að það er jákvæmt sko Þetta er tónlistamenn úr ólíkum áttum með það sem að stofna supergrúpu Já, nema svo verður þetta sko þeir eru svona þeir eru smá svona, hvernig lýsir maður þeir eru ekkert eitthvað svona algjöru vinnarar í þáttunum sko, það er eins og við erum að tala um sko, nú er ég búin að vera að horfa á seríu 2 og náttúrulega smá síðan að maður horfa á seríu 1 það er sem þeir eru allir með svona þetta er alveg persónu sko, myndir ekki segja það annars það er mikið pælt í hverjum einum eins og með Friðrik Dór og Jón Jónsson mikið svona, þetta grín með sko, það sé eitthvað svona rígur sko á milli bræðrana þú veist, að þeir eru náttúrulega báðir fræði tónlistamenn og líka bara nöfnir hann hætti Friðrik Dór og svo hinn bara eins basic og hægt bara Jón Jónsson það er alveg svona, það blasir alveg við sko, svona tensjóni sem getur verið með að milli þeirra þegar að Jón Jónsson er þú veist, eins og hann er þú veist glæsilegur og velkentur og ógeðslega jákvæður og skemmtilegur og frikki, þú veist einhvern veginn yngri og þú veist með fleiri hlustendur á Spotify og með samt enn stóra bróði sem er alltaf svona picture perfect sko. Það er alveg svona eitthvað rígur þarna sem er mjög auðvelt að vinna með sko. og svona það er einhvern veginn gaman að taka þessa karaktera og svona taka þessi element sem maður geti ímynda sér að svona sé í hausnum á þeim og bara vinna með þau af því að þetta er engin rígur á milli þeirra en maður svona geta alveg ímynda sér það og þú veist, þannig að það er svona skemmtilegt að búa til svona grín útgáður af svona þessum samböndum En nú höfum við talað um þetta annars við höfum talað um allir Crown hefur séð þá þetta bresku konungsfjölskylduna á Netflix Já, svona þátt, konan mín er mikill aðdáandi en þetta er einn af þessum þáttum sem eru bara 10 seríur, ógeðslega langið þættir ég hef bara ekki haft mig í að byrja, þá með langið Það minnum á þá umræðu, við höfum tekið það hér að það eru leiknið þættir bresku konungsfjölskylduna en þeir eru samt, þú veist þetta eru leiknið þættir en það eru mjög margir sem að horfa bara þættina og bara, heyrðu, svona var þetta bara þau hafa að tala svona saman spunnið og svona dramatísir eða bara alltaf að gera en þá er náttúrulega bara verið endurskrifurinn í söguna því að allir horfa á þetta einmitt og þetta minnum með það því að einu sem tók ég viðtal við okkar koni Köllu og þær með Gustaf Fæjó hvað heitir sveitin þeirra? Heimilistónar? Já, Heimilistónar, það er náttúrulega í stóru hlutverki í seríu 1, þú veist, það er þetta svona bíf á milli þeirra og æskilu, þú veist, þeir eru með stúdíu, þú veist, að keppa stúdíu, sama stúdíu Tvær ofurgrúppur að eigast við og ég tók viðtal við þeir í sumar, ég var eitthvað svona, hvernig var því þið voru smá svona grippur í æskas, þú veist, og það voru eitthvað, já, við vorum eitthvað pæli í þessu, hvort að við ætlum að áhyggjur að því að fólk myndi bara halda við værum svona þú veist, ég bara velta fyrir mér, sko, þú veist, strákarnir eitthvað þú veist, er eitthvað viðkomið fyrir þess að pæla þér eitthvað í þessu þú veist, það lítur að vera einhver svona samræð þetta þú veist, eins og sérstaklega með Aron Kahn að hann spila náttúrulega alveg risa stór hlutverk í söguþræði fyrstu seríu þú veist, ég veit ekki, kannski ætti ég ekki að vera að spilla þú veist, fyrir hlustundum sem ekki horft á fyrstu seríu en hún er reynda löngu komin fyrra og það er svona grínast með það að hann sé legasjúkur sem er ekkit eðlilega fyndið
þetta fáránlega fyndið Hannes en þú veist, hefur hann til dæmis verið eitthvað var hann eitthvað viðkvæmur fyrir þessu svona til að byrja með alls ekki, sko. En þetta var einmitt, við þurftum að grafa svolítið eftir að því að hitt blasir við með Rúrik og hann að verandi eitthvað stórstjarna í Þýskalandi og allt og fallegur og allt þetta en Aron það var bara svona þú veist, það þurfti alveg bara að búa til eitthvað fyrir hann sko Átni svona, það kom líka aðeins auðveldar til okkar bara svona, hann einhverju braski og alltaf, þú veist, sækja sér einhver spons og eitthvað og það svona einhver efni við en Aron voru við bara ekki með neitt, sko, þannig að svo kom þessi legasíkin sem að var algjört gull, sko. Þetta ekkert eðlilega fyndið, tróp, hann bara og hann alltaf bara slagur, hann segir eiginlega ekkert í seríunum nema nice og hann með 2 orð, sick, nice og svo kemur ein svona ræða alltaf í lókin á hverju, maður fæ bara mónológ í 5 mínútur. En þú veist þannig að þeir strákarnir ekkert eitthvað, við erum örgulega bara að búa til aðdáendur og börn sem halda bara við séum svona. Nei, en börn halda samt að þetta sé svona, það er alltaf, þeir eru alltaf spurðir bara hvar Aron og sveikan ykkur, það eru peningar. Einmitt, akkurat. Já, sætt og skemmtilegt. En svona, nú er þetta bara svona dúttar, sko, þetta er náttúrulega ekki leikarar. Hvernig, þeir allir bara rauðvelta að ná því mest á best út úr þeim og það var nefnilega þeir láta stjórn, sko. Já, það var það sem kom, sko, hvað ánægilegast óvart þegar við fórum í seríu 1 kom fyrst í ljós bara í samlesturinu þegar að maður var að hitta Átna og Aron í þessu hlutverki eiginlega í fyrsta skipti þá var maður bara, ok, þetta er bara þú veist, þeir delivery þessu alveg bara comedy timing upp á 10 og svo mættu þeir í tökur og þeir voru bara hver öðrum betri sem leikara, sko. Það er eiginlega erfitt að gera upp á milli hver að þeim bestur og þetta bara einhvern veginn, þeir eru allir með sína spretti en eru ótrúlega þær rósuðu með mitt heimilistóna sem allar reynda leikonur af því þeir eru bara, þú veist, með kjúin sína reynu, þeir standa alltaf á rétt stöðunum með svona continuity, þú veist, setja upp á sig glerugun, taka þau af réttum tíma og ekki, þú veist, þannig að klipparinn lendi ekki í vesinni, þú veist, að í close-up eru gleru og ekki í víðaskotinu og svona, þannig að þeir eru og mæta og bara búin að læra línuna sínar og eru bara mjög onnit sem leikara, sko. Það var líka svo gaman að þessu, þeir finnst þetta svo skemmtilegt þeir eru þvílít metnaðarfullir að gera þetta vel, sko. Já, það er geðvægt líka þegar við tölum svo mikið hann sérna í þessu laðarpi kvikmyndir en við vitum, þú veist við höfum hvoru búið til kvikmyndi eða þátt. Nei, við höfum ekki komið nálægt. Þannig að það er svo gott að fá alveg fagmann hérna, sko. Nei, það er einmitt, ég er náttúrulega búin að vera svona bíóböfra að krakki og þetta er náttúrulega langað, þú veist, að gera bíómynd eitthvað en það sem að mér finnst mest farfandi, þetta er svo svakalega tímafrægt. Bara frá því að hugmyndin fæðist, þetta er svo rosalega mikið mál. Ég er þannig, sko, ég er með góða frétt, sko, ég get alltaf klára að skrifa hana og vilja komin út, sko. Þannig að þetta er alltaf bara 1-2 ár meira. Já, í besta falli, sko. Oftar en þolinmæði. Já, algjör þolinmæðisverk og þú veist, það er alveg þú veist, broslegt nánast þegar þú sérði eitthvað sem tekur hálftíma að horfa og þú hvað er á bakvið? Já, það er bara, veist, þetta er allur skalinn, ég meina, þú getur séð sjónvarpsauglýsingu sem er mínúta og þetta tók 2 mánuði í lífið þín að koma þessu út og sjónvarpsseríu og svo stekkar þetta náttúrulega bara en þetta er nú samt ótrúlega snöggt ferli meðan við allt og það var svona svolítið parturinn af svona beautyinu við þetta, það var svona ákveðin orka í því að bara svona, heyrðu, það komið grænt ljós, við erum ekki búin að skrifa staf og förum við og bara nóðum þessu saman og við eiginlega fórum að skutum næstu bara fyrsta draft og þú veist, þetta var svona á köflum svolítið svona, þú veist við bara óðum í þetta, þú veist, við hefðum alveg getað að skrifa annar rand af þessu og við hefðum alveg getað undirbúið okkur betur og eitthvað svona, en það var eitthvað magic í því líka, sko þegar við fengum, ég hef getað SMS frá Jóni í mars held ég og við erum með grænaljósið 2-3 vikum setna og þurfum að fara í tökur sumarið, þannig að við skrifum þetta frá, þú veist, apríl inn í mæ fyrir 2 árum eitthvað leysa. Bara síðastu sumar og svo erum við að fara á þjóðhátíð, þú veist, það var fyrstu tökudagarnir, þurfum að sko líka að gera allt hitt, gera músikvídeó, gera lögin, þú veist, funda með símanum og öllum sem koma að þessu, hvernig erum við að gera þetta koncept, við þurfum að bara það að komaði minn á þjóðhátíð sem það var ekkit bókaðir þar, bara, þú veist, græja gegnum þjóðhátíð að nefnd og bara útskýrða við með þætti sem að munu heita Ice Guys, þetta verður ógeðslega vinsælt heldur við, en við taka upp lokasenuna á þjóðhátíð, við þurfum samt að fá að koma þeim á þjóðhátíð og veist, þá er það löngu búið að fylla allt og bara koma þeim þangað út og gisting og eitthvað svona, þetta var alveg ógeðslega mikið af vesinni á stuttum tíma að koma þessu saman en
virkaði samt ekki eins og það hefði tekið langa tíma þegar þú spurðum um tíma þetta gerðist bara alveg svona en líka því þetta er náttúrulega bara fer með sér, þetta er bara búslega sko vöndu framleiðsla þannig að það er ekki svona fljótaskrift á þessu þannig að þetta er svona tæknilega og allt bara það er ekkert eins og það hefur verið ykkur rössi að gera þetta en það fyndi samt sko að ég get alveg játa það að sko þetta er svona partur af því hvað þetta var hratt unnið og lítið skipulagt að við ætluðum eiginlega að gera svona klánþætti sem eru bara svona alveg hráir þú veist, og bara lúkki skiptir engu máli og bara skjóta þetta svolítið eins og við gerum líka tónlistamennin okkar þú veist, það er sería sem við erum að framleiða og það er svolítið bara mætt og bara skotið og einhvern veginn og hljóðið er bara einhvern veginn og það er skiljið, þú veist, lúkkar alveg vel en það er ekkit vera, en við vorum með tökumann sem heitir Breki sem að er rosaflinkur og hann ætlaði ekkit að hann svona laumaði inn eða bara að skjóta bara bíómynd sko, hann byrjaði bara að lýsa og skjóta eins og þú veist, bara venjulega sko, bara og svo verðum að fara í klósipið, svo verðum að gera þetta svo voru bara að byrja að skjóta bara bíó bara á fyrsta degi, gerum þetta bara svona þetta er miklu flottara þannig að þetta urðu svona, en ég mjánaði með það að þetta urðu ekki svona ráir þættir því að það er gaman að þessu vandaðir og svona sé standard á þeim sko. Ég samlega því mér finnst líka það er orðað svona hluti ef því maður veit ekki kvikmyndagerð sko, svona eins og framleiðslan þú veist, mér hvernig eru kliftir og svona hljóðbútarnir og hljóði undir þú veist, það er svona, þú veist, eins og svona þessi æskæs lög undir og sérstaklega núna í seríu 2 tekur maður alltaf eftir þessu og það setur svona ákveðið væp sko gefur þessu svona ákveðin léttleika sko sem er svo skemmtilegur sko. Já, það er gaman að heyra það þetta er nú svona kannski það sem að ég og Allan sem að við erum þessi 3 sem erum skrifaðir fyrir þessu sem erum að leikstýra og framleiða bara eigendur Allavík og ég og Allan erum svona klipparar í grunninn og Allan er tónlistarmaður líka og svona öll mín verk eru svona allavega það sem ég reyna að gera er að svona framkalla einhverja orku það sem að kvikmyndir mynd og hljóð og tónlist er að vinna saman að einhverju svona að skapa einhverja kraumandi svona unduröldu sem að helst síðan springur einhvern veginn út sko. Og það eru rosa bara dítelar í því og þú veist, það er svona klippi allt sjálfur og Allan er líka mjög flinkur í þessu að svona, að þú veist, bara eins og bara klippa músikvídeó, skilur, bara klippa senur eftir tónlist og fara inn og út úr þeim bara eftir músikkjúum og ekki bara klippið einhvern veginn og svo semur einhver músik eða láta einhvern annan klippa og svo semur einhver annan tónlist. Þannig að ég og Allan, við klipptum alveg fyrstu seríuna og þetta er alveg svona, þannig að sálin okkar fór svolítið í þetta sko. og náttúrulega erum involverið í allir músikvinnslunni líka með strákanum eða skilu, þetta var allt svona. Þannig að þú fór að semja lögin líka? Nei, ég segi það nú ekki en ég var alveg með að planleggja þetta framan að þú veist, hvaða lögur hvenar og svona og hvað við notum í hverjum þætti og þú veist, og við vorum að semja lög núna fyrir seríu 2 og aðalega fyrir seríu 2 sem að passa inn í heildarkonceptið eins og Gemmi meira sem var vinsælt í sumar veist, textinn þar fjallar að vera dæmdur til þess að vera á sviði sem það sem að serían fjallar þeir eru dæmdir til þess að gigga og svo kemur í ljós hvað gerist sko, en músikvídeóið, lagið og allt þetta hangi saman sem ein heild svo þetta skorið sem liggur undir allir seríu 2 sem að springu síðan gæti sprungi út í loka þættin með einhverjum hætti sko, það verður búin mjög ljós og eins ef að, já þannig að þetta er svona Þetta er alltaf alveg að fara að segja okkur að þetta fatta sér í 3 Nei, ég vil ekki heldur spoila loka þættin sko, þó að það sé alveg þetta leggja saman 2 og 2 Nei, ég er ennþá að hlæja yfir atrið, ég held að þessi í fyrsta þætti í seríu 2, frekar en í öðrum þætti er það búið að dæma til þess að koma fram alls konar opinberum stöðum og opinberum stofnunum samfélagsþjónustu Já, þeir eru á einhverjum vinnustað í kaffi, að taka dansbórin sko, í kaffi svona, það er eitthvað gaman fólki að labba fram með mér, afsakið það komast í vatni Já, það er engin stemning fyrir þeim í seríu 2, það er nokkuð ljóst sko. Heyrðu, já, en við vitum úr tímabundin Hannes að banna að hlæja Já, sem eru aðri þættir sem hafa bara algjörlega slegið í gegn þetta er ekkit eðlilega að finna þetta mitt talum koncept Auðun Blöndal stýrið þeim og hann er hann bara með að fær 5 Íslendinga í hvernig þætti í matabúð og það er bannað að hlæja og svo er þetta svona stegakenni ég sver til Guð sko að þessi þætti það eru konið 3 þættir eins og þú veist Sveppi unplayable sko í fyrsta þættinu sko það er bara, þetta var ótrúlegt hann var ekkert eðlilega að finna hvernig, þú veist,
þetta hlýtur að vera meira áttu mál að framlega svona þetta og gera þessa þetta það allt öðruvísi en æskas vandalega. Já, og allt öðruvísi en nokkuð annað sem að ég hef tekið þátt í sko, það áskorunin sem fylgdi þessu var í rauninni að sko, ok, koncept ógeðslega gott, þú veist, við erum fyndið fólk saman sem má ekki hlæja en þú veist ekkert hvað kemur, þú ert að búa til einhvern rammötan það og þú þarft einhvern veginn að sko kreista út, þú veist, sjónvarstátt út úr þessu, út úr einhverjum aðstæðum sem þú stýrir ekki neitt, sko þetta grunnkoncept hefur verið gert á fullt af stöðum, þú veist að þú getur séð þetta á YouTube að sem fólk reyna að halda í sér látri þetta er gert með alls konar hætti þannig að, og Öddi hefur lengi gengið með þeim að gera íslenska útgáfu af einhvers konar svona koncepti, þannig að við settumst yfir þetta og upp kom þessi hugmynd að fá alltaf 5 nýja einstaklinga og bara bjóða í mat, þú veist bara come dine with me ákveðis refi, hvort ég var pælt í honum frábæri þættir. Já, og þú veist, mér er svo áhugaverst þá þætti, sko, mér veist að sína bara hvað, sko, raunveruleika þættir eru í grunninn, bara hver kjarnin raunveruleika þáttum, af því þarna ertu búin að taka allt skraut eins og í Survivor sem bara rándýr framleiðsla og allir þessi þættir, Paradise Island eða Hotel eða hvað sem þetta heitir, í grunninn snýst þetta bara fólk að baktala hvort annað það bara fólk að horfa okkar annað með okkur svip og fara svo í viðtal og segja þessi sé fíbl og þessi sé fíbl það bara það sem þetta svo hitt bara umbúðir come dine with me einfaldast útgáðan að þessu bara fólk að setja saman og borða það eru geðvikið þættir, sko, hefur séð þetta þetta eru breskið þættir jú þú geta verið bæði bandarísku og breskir og þeir fara bara í matabóð, svo bara gefa einhvern, þú veist, 1 upp í 5 eða 1 upp í 10 eða eitthvað, svo bara svo sem fær bestu einhverjuna, hann vinnur svo alltaf klippti vitur það sem að vera drullið það sem elda og þessi svona, þessi hins það nú ekki svona skítamoralli í bannaða hlæg nei, það ekki, en þetta var alltaf svona einhver eina fyrirmyndunum skilur það bara að setja fólk saman við mataborð og að síðan kjósa áfram eitt sem að og vera svo með úrslita þátt það sem að sigurvegarnir mæta sem líka mjög spennandi út búin að sjá þetta að gerast bara hvernig verður það að sjá þú veist, the best of the best kljást, sko þannig að, og svo náttúrulega þar þetta svaka framleiðsla, það voru með einhverja 25-30 myndavélar þarna og þurfum að ná öllu leiðum, risa einbýlishús í marga daga, þú veist, 8-9 daga eða eitthvað og það er margt við þetta sem er algjör hausverkur, bara byggum til stúdíó þarna í bílskúrnum og bara snúur út allt hús og allt í kamerum, þannig að þetta er alveg svona, þetta var bara svona verkefni að finna út úr, hvernig ná þessu saman, ná öllu þessu fólki inn, þú veist að því að fólkið er náttúrulega veist, það er aðalmálið í þessu að fá réttu blönduna og réttu aðalenni inn og ef að Sveppi bara beilar kvöldu fyrir tökur, þá erum við ekki með þátt, skiluru þegar hann eins og sáir bara hversu, að svo er þetta ekki öllum gefið heldur að vera svona náttúrulega ógeðslega fyndin eins og til dæmis Sveppi þú veist, þetta er allt mjög skemmtilegt fólk og fyndið en þú veist, svo ertu með eitthvað svona next level hæfileika eins og í þeim sem að vinna þættina sem að er bara eitthvað svona, þú getur bara sagt eitthvað og fólk ræður ekki við sig, sko nákvæmlega en er þetta bara, er þetta í flæði, er alls bara í matinn, er hann props, er þetta ætt eða kólnar hann, er það alltaf að stoppa þetta var í flæði, þetta er bara stitt, þetta eru 25 mínútna lótur og forrétturinn er bara, hún var bara leyft að flæða eins lengi og spjallið lifði og svo bara þá komum við inn með matinn. Við vorum alltaf að vonast til þess að þetta væri, sko, það er eitthvað sem að myndi búa til eitthvað skonar, veki eitthvað nýtt, segjum að þú byrjar að spjalla og tekur í 5 mínútur að lifir eitthvað smá, svo bara, jæja, hvað er að segja núna, þá kemur forrétturinn, það er eitthvað, það býr til eitthvað og svo einhvern veginn, þú veist, í rándu 2 þá eru þarna komið með eitthvað heiman, en svo er einhver matur og svona, þú veist, allt á þetta búa til eitthvað svona smá bensín til þess að kveiki í einhverju hugsanlega ég er bara að hugsa það svo Sveppi komið, sko það var ótrúlegt alveg svo líka því er komið fyllibita valki, er skamta rauðvinni eða fólk móti bara drekka ég var að mynda að spá, sko, ef ég myndi fara í svona þátt, sko, að vera að drekka þá myndi þáttunum þetta heita, sko, banna að gráta þegar ég verði svo illskeittur og vondur, sko þannig að fór spá hvort ætla að sé bara hálft glas á mann það var alveg svona smá auðvitaði miklu áherslu á það að fólk myndi finna þess á sig það var að vera til þess að skapa líka bara svona ákveðna stemmingu en er þetta samt ekki versta martru Hannes kvikmynda að gera mannsins að vera með eitthvað projekt
það sem þú hefur í rauninni þú hefur ekki stjórnaði hver svona loka afurinn Jú, mér finnst það erfitt, ég líka svona stjórnsamur sko og svona erfitt með að sleppa tökunum Netkontról fyrir greinilega og verðst með puttan í öllu eins og til dæmis í klippingu Já, svolítið sko og þetta alveg þannig sko að þú sest þarna niður og búin að gera allt og svo ég held ég hef líkt þessu einhver staðar við bara það að vera fótboltaþjálfari manna Lars Lagerbäck talaði það að sko hann spurði okkur eftir ekki að góla á svona hliðalínni þú veist það að því að þegar leikurinn byrjar þá ég búin að vinna mína vinnu sko það þú veist í aðdragandanum að gera hann allt sem hægt að gera undirbý liðið og það bara öllu stilt upp og svo bara nú sjáu þið þetta það var svolítið þannig þarna þetta var einhver tæki hér og þar sem við vorum en þá að vinna með þetta fór stað en þetta var svolítið bara svona þegar þetta byrjaði þá þetta out of our hands sko þá verður bara treyst á að það kom eitthvað gott en svo betur fyrir gerðist það því að við, þú veist, það var léttir eftir hvern einasta þátt bara ok, við erum með þátt það hefði svo auðvitað ekki að fara bara út í eitthvað hænsnabjarg, skilur bara læti og þú veist þess svona fyllir í sko og bara fólk bara gjamma eitthvað sem ekkert fyndi sko Nei, það alveg stórhætt á því í rauninni sko Þannig að þetta lukkaðist allt mjög vel sko Ég get ekki ímynda mig hvernig þessi úrslita þáttu verður sko Nei, það sem að þá vera allir finnustu sko. Ég trúi því sko Það er svolítið grófur bara, ég veit ekki, ég er mjög vandræði með það er svona tveim djókar sem þarf að taka út sko. Ég ætlaði líka að spyrja það hvernig þorðu þessu nú kannski aðeins umræðan byrja að snúast þetta sko, hvað má og hvað má ekki sko en þú veist eins og með sveppa það maður sá alveg einhverja frétt þú veist á dvaf.is og eitthvað svona einhverju móðguðust yfir hann alltaf komið ekkert eðlilega fyndi brandar þú veist, barnan í brandarinn það svo líka þetta náttúrulega óþólandi tíma sem við lifum á hvað má ekki, en svo eru sumir sem bara með okkur náðavald og sveppi, hann náttúral bara ógeðslega fyndinn og sumir mega bara segja meira og ganga lengra en næstum maður sko. Það fer líka svo eftir í hvernig þú segir það og hversu fyndið það er og eitthvað svona sko, sveppi náttúrulega það verður að gefa honum það að þetta er eitt fyndnasta mómentið í öllum þáttunum sko, það er bara hvernig hann droppar þessu, hvernig hann deliverar þessu það finnst mér líka að vera lykillinn sko, maður hefur alveg séð uppistönd sem að er alveg svíngróf sko og einhvern veginn, maður sér það alveg í augunum á fólki, það er ekkert að meina neitt með þessu þetta er bara, þú veist, ætlunin er þessi að segja eitthvað sem að er way over the line en gera það með einhver svona cheeky glotti þannig að þú veist, þetta stríða fólki eiginlega með því að segja þetta sko auðvitað er þetta, þú veist eitthvað sem að ég skilur, þú veist, hverju má gera grína og hverju ekki, þú veist, hvað er línan og ég veit að grínistar vilja þú veist að það með gera grína öllu sko þetta er mikil umræða þú veist, nú máttu okkur sóla hérna til að leika Jakob Bjarnar að segja sko húmórin já, akkurat sko þannig að þetta var alveg eitthvað sem var tekin umræða og bara tekin ákvörðun að láta flakka og þetta er ekki mikið þetta í þessari seríu, það er alveg grófu talsmátu og svona, þetta er ekki allt fyrir börn en þetta var svona svona einhvern veginn mest stuðandi held ég en við bara þú veist, ákvaðum og stöðin líka ákvaða að standa bara með þessu konsepti þú veist, þetta er bara sagt greinilega til þess að einhvern veginn kalla fram við bröð og hrista þessu upp í og maður sér það bara þegar að þú horfir á þetta með þennan þátt með fólki það fær bara krampa þegar hann droppar þessar sprengi algjörlega, ég bara man ekki eftir hvernig ég hló svona innilega þið veitir, þú veist, maður hlægir ekkert oft svona innilega en þessi þáttur bara, það var svo næs að upplega þetta bara svona það er svo gott að hlæja innilega þessi genuine hlátur sko, hann er svo góður sko. En hann að þú opnar nú aðeins á innilega á hann, hvað, er eitthvað plönum að halda áfram með já, það er alltaf plön og við erum komnir aðeins áleiðis með sko söguþráð það er svolítið síðan við hittum síðast og við erum alltaf að við minnumst á þetta reglulega, við erum komnir aðeins áleiðis og þetta er á to-do listanum sem er helviti langur hjá þér já, reyndar, sko, það er alltaf eitthvað að þvælast fyrir sko. Núna er ég búin að gera 2 seríur af Ice Guy sem ég var ekki að reikna með til dæmis það tekur bara tíma og nú Egill er alltaf pressandi á mig hvernig er ég að fara að taka helgi þar sem við bara lokum okkur af og klárum handritið sko wow. Þannig að það er á to-do listanum, ég get bara sett það allavega
magnað. Það er geðvikt. Og það verður þá bíómynd. Það er, Já, það verður bíómynd. Séu eftir hinni hugmyndinni, sko. Já, hún hljómar alveg stórkostlega, sko. Hversu cool hefði verið, það væri bara til 2 myndir, bara leynilöka 1 og 3 og í miðjunni gerðist fullt af ykkur dóti en það er bara, þú veist, við skautum yfir þá, byrjum bara 3 þar sem að 2 hefði enda, mér fannst þetta alveg stórkostlegt, sko. Já, þetta var þetta Mel Brooks og Sipun út, maður gerði þetta Spaceballs, svona Star Wars skrínið, svo hann gerði aldrei fram, en ætlaði að gera þess að Spaceballs 3, The Search for 2, sko. Já, þannig að þetta var ekki orginal, ég held að þetta væri alveg... Þetta er mjög orginal samt, sko. Heyrðu, en hérna eigum við að fara að sleppa þér út í jólaumferðina? Já, þið að mér eftir sem þetta byrja, sko. Já, ég samlega, ég var til að hafa þetta bara Áttur var búin að segja mér að þú var sko í tímapressu, sko. Já. Og ég var svo seinna að koma mér, þetta er furðulegt að bara 1. desember, þá bara ákvað umtæðin að ganga göflunum, sko. Bara Já, hún Smáratorgi 29. var ekki föstudaginn. Ég var bara fastur á Smáratorgi á bílastæðinu, sko. Það bara allir ákvað bara ákveður komið jól, ég ætla bilast og allir á flautunni. Það gengur náttúrulega miklu hraðar og flautar og dúlar flauta, sko. Það er ekki góður aðstæður, sko. Nei, þetta er svo furðulegu mekanismi, sko. Svo heldur maður alltaf þessi slýsingu staðar og svo gefur maður á svo allt í einu leysist þetta upp og maður bara, hvað er í gangi? Einmitt. Ein spurning áður en sleppur hans. Þú veist, þú ert væntanlega með fáránlega mörg verkefni í bíkir. Eða ekki, eða þú veist, hvernig lítur þetta út? Jú, ég er með nokkur í eldinum og nokkur sem er búin að vera mallandi og svo tekur þetta allt tíma og svo rekst maður ekki og það er, þú veist, sum hoppa fram fyrir röðinu og svona. Æskæs. Langfremst. Já, einhvern veginn tók svolítið plás. En svona, þú veist, ég er með 2-3 svona bíómyndir sem eru komna mislangt, sem eru mallandi og svo bara verður að koma í ljós hver verður ofan á en svona vonandi verður næsta mynd, það er mynd sem ég er búin að vera að þróa núna í 3 ár og er komin helviti langt og er svona aksjón grín bomba sem að gerist á Íslandi og í Danmörku og Steindi leikur aðalhlutverkið í og hérna er svona stórhuga konsept þannig að það er svona það sem að ég er búin að vera að reyna að koma á í svolítið langa tíma og hérna lítur út fyrir að sé svona alveg að fara að opnast. Þú tryðið réttin á einhverju bóku til Stefán Mána, var það ekki? Jú. Ég skrifa fréttum það áður en að fréttablaðið fór á hausinu. Það passar og við erum í samskiptum líka núna og ég er búin að vera þar í samstarfi við handritshöfund sem heitir Smári Gunn sem er búin að vera með mér í langa tíma að skrifa það handrit. Það er einmitt í svona smá, þú veist, þetta þarf alltaf að fara í gegnum kvikmyndasjóð og þetta er ferli sem er fram og tilbaka og tekur tíma og svo sendir maður eitthvað inn og svo er þetta margar vikur við til svörum og svo aftur og fram og tilbaka. Þannig að það er bara í prósess. Ég vona mjög mikið að það verði að veruleika fyrir en síðar að því að það er eftirspurn eftir Herði Grímssyni á skjáin, sko. En þetta er líka svo þetta er náttúrulega lúksusvandamál, það er betra að vera í þessari stöð heldur en að hafa ekkert að gera, sko. Þetta er rosalega, þetta er svo duglegri sér leikstjórar fá sem komið, við balta hérna einhvern og hann var taldi balt sem hann var að gera og svo held ég sér búin að sko sjá 3 fréttir á deadline bara einhver aðra mynd sem er að koma aðra mynd og maður að hvernig, en þetta, þá senkar einhver öðru og þetta er náttúrulega. Það er alveg rétt, sko. Og maður veit aldrei hvenær grænaljósi kemur og hvað og þú veist, þannig að það er gott að vera með nokkra boltarúllandi til þess að geta gripið í. Akkurat. Nákvæmlega. Þú fórst bara, þú ert búin að vera kveimleikara maður bara í mörg ári. Þú fórst að gera það samlega fótboltanum, eða ekki það? Jú. Eða hvernig var það? Jú, nú varst það galopna nýja tíma. Nú verður þetta fóklugtíma. Nú verður við, já, einmitt. En ég meina, ég byrjaði bara 12 ára að gera mínu fyrstu stuðmynd. Var í því í grunnskóla, fór síðan í vídeónum til Vestló og hérna var þar, formaði vídeónum það síðan og tók yfir alla þessa þætti þarna 12.0 og þetta og sko, Vestló var bara minn kvikmyndaskóli, sko. Það var, ég hætti eiginlega alveg að læra heima eftir grunnskóla og fór að læra bara kvikmyndagerð og þar bara einhvern veginn var maður að þú veist, við gerum heimildamynd stuttmyndir, grín þætti og sketsa, live upptökur, þú veist, multikameru framleiðslur, þannig að þetta var svaka skóli og þarna var maður að vinna undir deadline og heill salur að bíða eftir einhverju þætti sem var búin alla nóttina að klippa á svona. Mjög góður skóli. Frábær skóli. Já, vel gert, sko. Og þarna einhvern veginn bara prófaði maður þetta allt og svo fór ég að vinna hjá Sagafilm eftir þetta og fór síðan að gera músikvídeó og auglýsingar og
þannig fór þetta bara að rúlla og hefur ekki stoppað sko. En hvað gerist þú á 12 ára? Ég er alltaf að fiska þetta sko, var einhver bíómynd að sást eitthvað sem að, ok, ég ætla að vinna með þetta sko, við gaman að spyrja sko, því að það er eitt svona fræ sem að plantaðist, ég veit ekki hvað áhugavert það er sko, en það kemur svolítið að þessu með klippingu, hvernig það hefur alltaf höfðað til mín, en það var einn vinur minn sem var þarna á þessum tíma 11 ára eða eitthvað, sem við vorum með svona vídeokamerur og hann kynnti mig fyrir þess að hann sagði sko, heyrðu, við vorum að prófa og ég leta hann lappa hennan gang og svo ítti ég á stopp og svo fór ég hinum með við hodnið og ég ítti á rekk og leta hann koma og það var bara alveg eins og hann hefði verið að lappa bara klipping eða niður stiga eða eitthvað og ég var bara, vá og mér fannst þetta svo áhugavert og var alltaf að prófa þetta, láta einhvern lappa þarna, koma fyrir hot þarna og í fyrstu stuppmyndunum mér var alltaf mikið lapp sko, það var alltaf að lappa alltaf og klippa og eitthvað, það er bara alveg svona hafi verið að koma þannig að svona einhvern veginn bara svona, það var eitthvað fræ við það að svona, þegar kveiknaði hausnum á mér að það sé hægt að klippa og þá fór ég að prófa og við gerðum myndum eitthvað ofurheiti þegar við vorum 12 ára og svo bara var alveg svona húgt á því að klippa sko, það var svona grunnskólanir voru með aðstöðu í Réttó, ég var í Fellaskóla sem voru bara svona jug shuttle hjól, þú veist, þetta er svona klippiborð og 2 vídeotæki sjónvarskjáir og svo, þú veist, þurftum maður að setja tónlistin manuáli, bara íta á play og íta á rekka á tækinu og allt þetta og þú veist, þannig að þetta var bara svona Waffa klippisystem sem ég lærði á og var bara þarna alveg lón og dón og fekk likla endanum að þessu þú veist eins af þeim og hann var bara fann að treysta mig fyrir að fá að koma þannig þurfti ekki alltaf að ringja og panta tíma sko, hvað ég sá þetta þannig að það var svona, þannig var þetta þessi baktería til sko. Þetta er magic sko klippingin er magic algjörlega, en ef ég ætti að nefna bíómynd sem að kveikti eitthvað fræ í gamla daga þá ætla ég að segja allir nefna Jurassic Park ég held að sko svona 10 ára aldurinn 9-10 ára, mér finnst svona flestir nefna mynd frá því að þeir voru 10 þú veist, 10 árum eldri en ég er kannski í 10 eða eitthvað þannig bíómynd sko, ég ofta heyra það en allavega, þetta var mín svona mynd þar sem ég var algjörlega blown away, ég var bara hrættur þú veist, hvað ég segja, swept away sagan er æðisleg, tónlistin æðisleg og ég veit að þetta var bara svona einhver uník upplifun sko og ég er ekkert að segja að labba þarna út og hugsa ég ætla að vera kvikmyndagera maður en þetta er allavega svona fyrsta svona rísa stóra bíó upplifun sko. Þetta er mynd sko fólk á svona mín kynslu og aðeins eldrinni, þetta er náttúrulega allir bara alltaf, það er Star Wars sko, akkurat sko bíó 77 bara og ég ætla að vera þarna sko. Þetta er eitthvað svona, það opnast á eitthvað heilanum að þér sko. Algjörlega, Hannes, frábært. Við erum ekki eðlilega þakklútir fyrir að koma. Þetta er mjög gaman. Bara rosalegt að fá þig. Fyrir líka uppgrip fyrir okkur. Venlega erum við bara 2 að tala bíómyndir sko, sem er líka geggja stöf. Nei, bara virkilega gaman að fá þig. Við fylgjumst bara með þér. Við verðum með augun á þér. Þið eru komin með nýjan aðdáðanda podcast. Það er ekki. Nýjir hlustandi. Herru, amazing.